Hlaðvar FM 95. Klukkan orðin 4, Mötli Krúur á fónunum og FM 95 blöður hafi göngu sín á þessum yndislega föstudegi. Það 8. maí og auðvitað Blöndaleiti og sitt í mínu sæti. Við erum hins vegar ekki með fullan bát og það í fyrsta sinn í margar vikur, því að það náttúrulega enginn að fara til útlanda, enginn að skemmta neinstæðar að neitt, bara hangið heima, en það góð ástæða, við erum ekki með fullan bát. Ég kem inn á hann eftir smá stund, en ég ætla að byrja á fyrirliðanum. Hann náttúrulega klikkar ekki, hann alltaf í sínu sæti og þess vegna hann fyrirlið þáttarins. Egill Einarsson, hvernig ertu? Já, ég hef ekki verið betri held ég. Nei, herru, þú lítur tölvöld betur út, komstu loksins í klippingu? Já, ég var í klippingu í morgun, klukkan 10 í Karter. Það mikill munur að þér. Og ég mjög aldrei liðið betur. Ertu komið sjálfströstið þetta aftur? Já, þetta með leiðið svo piece of shit. Bara í vikunni, bara með luppa og ég, margir vinir mínir voru að brjóta samkombanni, voru að rétta mönnum cash og láta klippa sér heima. Það myndir þú aldrei ekki. Ég hugsaði bara, hörðu, ég ætlaði bara að verðinga fyrir samkombannu. Ég ætla bara að vera ógeðslugur. Og tókst á þig. Og nú ég aftur komin í klippingu á viku fresti. Lífur og eðlilegt aftur. Já, nema það að þú ert reyndar ennþá atvinnulaus eða ekki. En þú ert hættur að börja. Ég reyndar fann að hafa gaman að atvinnulausin. Já, það farið að hafa smá áhrif á lifruna þarna held ég, en þú er gaman að þessu. Ég var pirraður yfir atvinnulausinu daginn. Þú veist, sporthúsið lokað og fjárþjóðsmöturist bara nánast niðri. En ég var gaman að þessu dag. Sko, ég er búin að fara núna alla vikuna að fá mér steik og einn jökul í hádeginu. Ég heyrði yfir í vikunni þar sem þú sagðir orðrétt við mig, veist að ég er hættur að bögga atvinnulausinu. Ég fattaði ekki, núna get ég alltaf að fara á fengibreytin í skaldan í hádeginu. Þannig að það er hættulegt, en ég ætla nú að kynna inn, það þekkja nú og flestir hlustendur þennan dreng. Hann litli bústni bróðir þáttarins, Rikki G. Hvað segir þú gott? Bless og sæl. Langt sem að þú hefur verið. Já, virkilega gaman að vera komin. Ég var að fatta það, ég held að sé bara í fyrsta annars skipta á árinu. Já, það er bara, við erum búin að vera með fullan bát allt árið. Já, sem mjög skrítið þetta, vanalega alltaf einhver á okkur með lóðrétt. Já. Ég hef hins vegar ekki getað gert svona vel við mig eins og Gilsani, því að það ekkert minnka vinnun á mér. Nei, í COVID. Þú ert í fullur vinnu, ég líka. Þú hefði ekkert verið atvinnulaus neitt í þessu COVID. Ekki neitt. Reynda náttúrulega gig að liggja niðri, það er vesen. En ég er samtalið, ég er atvinnulaus núna til 20. og 5. maí. Já. En ég er atvinnulaus alveg í 2 vikur og 3 dagar. Það er þvílík veisla. Maður spyrjaði samt einu, varstu eitthvað að gera vel við í gær? Það voru ekki fyrra á dag? Já, sko á miðvikudaginn. Í gær fekk ég bara einn jökul á Kúlía með félagunum, en í fyrra dag fekk ég mér nokkra á mathúsinu. Já, það var eitthvað 12 tíma vakt. Sko við sátum bara á mathúsinu, sötrum bjór og töðum í marga klukkutíma. Men eins og ekki, menn töðu bara sötur og bjór. Good shit töð. En hvernig ert þú, Rikki? Ég er bara hrikalega góður. Ekki? Þú átt ekkert eitthvað svona aldrei verið betri, fyllandi, fínn og svona góður? Nei, ég á ekki svona setningu. En þú ert bara hrikalega góður? Mér líður mjög vel. Það getur verið setningi þín. Þú ert alveg mjög sexy í þetta. Hvernig fór ég í klippingu? Ég fór í klippingu á mánudaginn, bara leið og opna. Hvernig leiðir? Þetta verður svo að missa 15 kíló. Ég missi nú ekki oft kíló. Nei. En þetta var hrikalega gott. Ég fór ekki klippingu á miðvikudaginn síðasta, en ég fekk hár. En með því fyndana sem ég séð. Sko, blöð er aldrei verið meira sexy en... Já, þú varst að töði yfir aðar okkur, ég sé ekki með duftið í. Ég get ekki verið með þetta alla daga. Af hverju ekki? Af hverju ekki? Á ég alltaf bara að spreyja. Það lúkkaði samt eins og væri mig bara frekar þykkt hár. Nei, ég meina, þú varst geggjaður þarna. Ég er bara langt síðan ég spreyjaði bara, það flókið. Sko, það er eitthvað astanlegt að taka bara allt. Og hvað er lengi að þessu? Þú sem vaknar á mótnana og þú spreyjar eitthvað, hvað er lengi? 1,5 mínúta. Ég er lengra að gela mig það, sko. En ég meina, spreyjaði bara. En bara pæling, bara tæknin í dag, af því að þú ert ennþá með fullt af stráum efst uppi. Af hverju hendur ekki ígræsli? Það væri ekkert mál. Þetta er bara, mér finnst núna að þetta, ég lendi líka í þessu Instagraminu. Ég hef aldrei fengið önnur eins viðbröð en á Instagraminu. Líka geggju hárgræsla með duftinu eða spreyinu. Það er eins og bara, er ég svona ljótur sköllóttur? Það er allir að tala um núna, þú verður að nota spreyja áfram og verður að fyrir hárigræslu eins og þetta sé miklu flottara. Þetta var mjög flott. Þessin er fólk að senda þér hávita. Það var þetta mjög flott. En svo er líka
Ég skal spreyja mig fyrir næsta þátt, ég lofa. Þú varst alltaf bara, þú veist, 15 árum yngri, sko, bara, það var rosalegt. Lúkkaði svona gamall? Nei, bara þegar þú kom með hárið, það var rosalegt. Hann líka svo hann bara litaði bara dögt. Og hlustaðu líka, þú veist, Instagram er búin að loga eftir að setja þetta inn. Hlustaðu á þjóðina. Já, ég geti þess að gera það. Sóli Hólm hendi ykkur á könnun, há 97% vildi að ég verði áfram með þetta. Það er líka enginn að stríða þér út af þessu. Menn vita bara, blöð bara vatnar að spreyja sig og þau heldur áfram í lífi. En sko, ef ég ætla að taka allt sumarið, þá segjum að ég yrði nú að snúa mig fyrir fertugsamælið mitt. En segjum ég tæki þetta í sumar og þá þurfti ég samt rosalega mikið að passa mig. Ég má ekki svitna mikið og ég má ekki verið í rigningu með þetta. Því þá er bara allt í einu hárleitur minn komin yfir allt andlitið á mér, eins og bara einhver hryllingsmynd, sko. Það er bara ekkert út í rigningu. En fékkstu samt ekki bara sjálfströð sem þú hefur ekki verið með bara áður lengi þegar þú varst með þetta í gerð? Sko, það er náttúrulega, þetta er farið út á storíinu minni. Það var nokkur sem tók eftir. Ég var svo spenntur því að Rakel var ekki búin að sjá þetta. Ég hefði náttúrulega alltaf byrjað storíið aftur, bara herru, ég datt þetta. Ég var svo spenntur að sýna þetta. Ég flaug næst á hausinn. Því mér fannst þetta svo geggjað. Ég trúði þess ekki, sko, þegar ég sá þetta. Ok, en ég með, sko, viltu lofa þjóðinni að næsta föstudag spreyjar þig og kemur sér út í það? Ég vil horfa á þig næsta föstudag með þess að geggjuðu hárgjöld. Ég kem með hár, en ástæðan fyrir við erum ekki fullan bát hér í dag. Við þurfum nú að óska honum til hamingju að þeim, bara allir í fjölskyldunni, því að Steindi Junior var að eignast barn, eða Sigrún og Steindi voru að eignast barn núna á miðvikudaginn, síðasta. Það var lítil stelpa sem að mun vonandi heita Auður og þannig að hann er löglega afsakaður á föstudegi. Ég held að þetta Agla. Rikka var nú skástan annars. Reyndar er Auður, mér fallegt nafn. Auður Ríkey? Já. Auður Agla. Ég veit að Steindi er að hlusta, Steindi innilega til hamingju. Og ég veit ekki, ætla að vera mættu næsta föstudag? Jú, ég tók nú bara viku frí. Já, ég meina sko, ef hann er á gamla, þá er hann mættu næsta föstudag. Ég tala á gamla skólanum, Hjöppi sagði mér nú einu svona að pappi hans hefði verið í baði þegar systir hans var að fæðast. Þannig að það er alveg gamli skólinn. En við vonum að Steindi mæti næsta föstudag og ef ekki verður bara litli bróður hérna áfram. En við erum með rosalega þáttir ykkur, kæru hlustendur. Við ætlum að tala dónalega. Við fengum skammir síðasta föstudag fyrir að hafa sleppt í. Þetta er nú ekki mikið eftir þessu, en við ætlum að reyna þetta í dag. Ég lend alltaf í þessu. Ég var til í að þessi dagsklöfu verði áfram og ég fáði núna bara að setja og hlæja. Svo allir aðri fá að gera. Best scenario er að þið talið dónulega hvort annan. Ég verði til í að setja bara á kantinum og hóra það. Það er að draga eftir það. Já, við draugum. Náttúrulega Steindi hefur aldrei talað dónulega, sem er illa pirrandi. Hann er ekkert eðla heppinn. Já, svo erum við með, herru, Rikki, náttúrulega Steindi Junior er búin að vera með How do you do fellow kids. Þú ætlar að vera með nýja spurningakefni í dag. Rétt, ég var í allt gærkvöld og ég var farin að nótta að smíða mjög gott konsept og ég get lofa því að það er ekki síðra en How do you do fellow kids. Hvað heitir þín? Howdy old timer. Howdy old timer, ok. Það er Richard en það. Ég ætla að segja ykkur hvernig gamla fólki tala við hvort annað. Já, þannig að við eigum að giska þér hvað þessi gömlu orð því það. Bara eins og maður sé að vera fimbulfamb. Við erum líklega betri því en í alveg potið dagsklöðunum að stenda. Við erum fertugir, sko. En ég er satt fárulega Gucci í dag, sko. Já, ég er Gucci á því líka, sko. Gucci, er ekki það? Rikki veit ekki hvað Gucci er. Nei, það er semst að vera góður, eða? Nei, ég er aðeins meira en það. En hitti mitt King Martin Hermans á Matusunni þegar ég var í Day of Fun, svo það var nokkuð bjóra. Vaktinni. Og ég sagði, gamli, hvernig ertu? Ég er Gucci. Já. Það er rosaleg. Ég ætla að vera að vinna með þetta. Já, ég er Gucci núna. Já, við erum líka með spurningakefni Geinstar og sagði, ég glemdi að spyrja á Instagraminu. Hvað heitir kefnin í dag? Já, hörðu, það er, þið viljið vinna þetta í dag. Nú? King of the Perverts. Nei, það vil ég ekki vinna og ég vil eiginlega bara ekki halda þessa kefni. Þessi er Hver er meira pervert? Er ég kannski King of Pervert? Já, ég ætla að vona það. Nei, ég ætla ekki að vona það. Stöðun er lægri á þér. Af hverju? Þetta viljið vinna. Af því að Rikki. Af hverju ég er perralegri? Það veit á þjóðina. Af hverju? Af hverju? Ég ætla ekki að fara út í það. Það er bara að vita það flestir. Ok, geggjur rökk. King of the Perverts, þú verður að skýra þetta eitthvað annað. Þetta er agalegt. Ég er búin að segja að þetta heiti King of the Perverts. Ég breytti þig. Svo erum við með spurt og svarað, sá ég líka. Já, bara sjokker. En það er búið að vera nokkuð sem núna. Já, málið er samt að það var einhver hamstur að drepa sig um daginn. Sko, ætlis ekki einhver hamstur núna búin að finna eitthvað svona duft og hætti við að drepa sig. Það kemur bara ekkert á hvort. Málið er að eftir að fréttist að Richard var með okkur í dag
Það fylltist Dældust inn Já, fylltist Og Rikki getur hjálpað Ég ætla að fólki velja 2 handa hófi Gekkja, svo erum við með, já, bara fasta lesun ennlega. Við erum með kassið og kortmyndur frekar og sturglaðar. Þannig að við erum í gýr og ég veit að þeir eru í gýr líka. Kæru hlustendur, ég ætla ekki að byrja á serbanum í dag. Ok Aldrei svo vant, ég ætla að gefa Bubba smá pásu núna. Right. Ég hitti Ingo viðguðundaginn. Hann er meistari. Já, hann er ekkert að gigga. Við ætlum að taka bara í kvöldi gig og gefa hann nokkuð stefgild hérna. Slaðvarp FM 95 Blö. Það held ég þeirra að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957. Auðvitað Blöndal, Egill Einarsson og Rikki G með ykkur til 6 í dag eins og alla aðra föstudag. Eins og kom inn á áðan þá er Steindi heima í barneignarleyfi en við látum það ekkert stoppa okkur. Eru þið tilbúnir í slúður, drengis? Rétt Þú verður mjög ánægð með fyrsta móla minn. Þú hlýtur að vita af þessu því að þú ert eitt stærsta aðdándans. Hver er uppáhaldsleikarinn? Matthew McConaughey Ok, hver er í öðru sæti? Arnold Sly Kurt Russell Nei Hefur þú séð Top Gun? Tom Cruise Já, ég er með slúður á Tom Cruise Herðu, hann er að fara að leika Hann er á top 5 hjá maður klárlega Já, pottjett, hann var reyndar Þú varst búin að telja 5 áður og komast inn að en, hann er að fara að leika í fyrstu bíómyndinni sem er tekin upp í geimn Ætli að fokki því, já Hann og Elon Musk þarna aðdæmamæðurinn frá SpaceX Og sko NASA kemur að þessu verkefni og fleiri og þetta verður, já eins og ég segi Fyrsta sinn sem að bíómynd verður tekin upp í geimnum Og Tom Cruise, hann leikur öll sín áhættuatriði sjálfur eins og í, já, flestum öðrum Hann er bíómyndum. ruglaður. Já, hann er snaruglaður En núna, ég veit ekki hvort þú varst að fíblast ekki En hann er ruglaður, hann leikur þetta allt sjálfur sko Já, Hann öklabrotnaði við tökur á Mission Impossible og eitthvað svona kæftaði sko Hann gerir his own stunts Já, það er grjóthart En af hverju takar þetta ekki bara upp í ykkur öruskjum og þykjast þeir í gefnum? Af hverju takar þetta upp í gefnum? Það er bara til þess að geta sagt að ég leiki í mynd In the Space Já, þetta er góð markarsherferð Það er fyrsta myndi sem gerist upp í geimnum Menn munu horfa líklega Já, og hann er vist sko, hann er náttúrulega method actor Þannig að hann er að tala við svona geimfara og annað Og þeir vilja meina að sem hann fyrir að byrja að æfa sem mest á er að fara á klósettu upp í geimnum Af því að hann náttúrulega þarf að hanga þar á milli atriða Þannig að það verður vist mesta vesinni Það var ekki líka vesin að hæja sér það? Ég segi það, mig og skita, þú gerir það á klóstinu Þarf það að halda þér einhvern veginn bara svona á postulínunu Já, ég efast Ég er salerni þannig Já, ég er ekki bara setið í eitthvað póka eða eitthvað djöfulinn Hvað er alltaf að styrta? Ég veit ekki, styrta það svo bara niður Neglur sem út í geiminn Það er bara að plánandi því miður Eitthvað geimir að fært í andliti Það er bara ekki okkar veist hvað þetta endar En já, það er vist svona sem að En hvað er þetta action eða? Já, þetta er alltaf action Ég elska það Tom Cruise er ekkert að skýta Hann er ekkert að fara í eitthvað drama Hann er bara í action Herði, hann er reyndar Ekki vera reyður Egill Hann er hún pínum botoxar Hæ? Já, ég er sammálaði Hann lítur bara orðið frekar ítl út Já, þetta er ekki góð mynd á hann En að ná alveg dollars til að fara í Botox Það er bara ekkert flott á öllum sko Það er hellinga trúðum sem sko Tvítum trúðum í Íslandi í Botox sko Já, ég var að horfa á eitthvað raunveruleika þáttum daginn þá var bara Pía 21 árs búin að láta Botox sem hún gæti ekki sýnt sviprið bara ennið hann var alltaf eins Hver fyrir 21 árs í Botox? Ég veit að segja, Rikki, hvað verður þú ekki í þetta? Það er vantarlega svona síðast sem ég myndi gera Það myndi fara því að vel er ekki Já, ég held að þú myndi eitthvað bakka upp Ég er svo að klán held ég Þú ert með þannig andlit Af hverju? Það er svo vel Bara svo slétt og Er andlitið á mér vel fyllt? Já, bara Á, takk Sléttur og En ég góð meina hellinga fólki fer í þetta Já. Þetta er mjög vinsælt á Íslandi Er þetta dýrt? Já, þetta er rándýrt Ég myndi ekki sko Ég myndi aldrei fara í Botox En ég væri samt alveg til að láta gera eitthvað svona við augun á mér Ég væri til í að fara í svona hérna Þú veist, ef maður er komið eitthvað svona póka En af hverju hatar fólk hrukkur á enni? Ég veit það ekki Ég væri til í að fara í svona strekkingu Er það sama Botox eða? Nei, ég held að það sé bara verra eins og sé alltaf róki Já, andlutuna strekking er rugla verra sko Það klúðrast hvað það fókt sko Getur ekki fara að láta strekka þér ekki Herru, svo er það næsta slúður og ég er með ennþá meiri veislu fyrir Egill Ok Veistu hvað er í næsta, veistu hvað er í næsta móla? Nicolas Cage Það er hárrétt Þetta er Tom Cruise og Nicolas Cage Já, þetta er dýrasti slúður, það er bara verst að Steindi heyrði þetta ekki, hann var að rakka mig niður fyrir slúður undan Nicolas Cage mun leika Joe Exotic eða The Tiger King Það er Mér líst vel á það Sko við vorum að tala um að David Spade myndi leikan Já. En David Spade náttúrulega bara, þú veist Það er fulli verðingu fyrir honum, Nicolas Cage er alltaf stærra nafn Já, Töluvert. ég líka þegar ég sá þetta, mér fannst þetta ákvæðvert því að Nicolas Cage needs a hit Hvað er langt sem ég sá Nicolas Ég held Cage í einhverju? samt, þegar þú ert búin að leika í Con Air og The Rock Já, You never need a hit Það er samt Þetta 25 ár sko. Fólk gefur hún bara, hörðu
Nicolas Cage verið ekki átt góða mynd í Já, það reyndar átti The Rock og Con Air og Face Off. Þannig að, ekki, ég voru sér Það er allt bara á svipum tíma sko. Jú, hann var hann í myndinni Kick-Ass. Hann var þetta geggjað þar. Það var hans last hit. Það er alveg komið 10-15 ár sko. Cameron Poe lappaði úr flugvélinni og þá sagði hann Cameron Poe hitching a rag home. He's a nobody. Þá sagt He's a nobody. They said nobody saved the fucking day. Sko, hann sagði þessu orðrætt í myndinni. What am I gonna do? I'm gonna save the fucking day. Rosaleg mynd. Ég sé að horfa á hann í kvöld. Þetta mjög spennandi. Hvernig verður Tiger King? Verður þetta action? Nei, þetta 8 þættir. Þetta bara þættir. Ákveður ekki að gera bíómynd? Það er mjög vinsæll að gera sjónvarpsþætti. Vissuðu það að Nicolas Cage er frábær í að svona ná röddum á fólki? Hann með að ég sem geti bara náð honum fullkomlega. Já, þetta bara mér líst vel á þetta. Það fíla þetta, ég skal gefa reitt eitt. Ég er alveg sammála því sko að hann fær svona meiri slakka því að fólk svona fílar hann út á gömlu myndunum sko. Það eru nokkri svona sem að ná að fara bara yfir einhvern hól. Það eru aldrei rakkað niður sama hversu mikið rusl þeir eru að gera. Hann á bara það mikið af góðu myndum að hann fær slaka þó hann ekki átt góð að hitta það er bara sama með Adam Sandler. Fólk fyrirgefur hann allt. Reyndar er Rick einn af þeim fáu sem horfur ennþá á myndina hans og grenjar og það. Eftir Billy Madison og Happy Gilmore þá fær Adam Sandler slakað í lífu. Ég veit það. Sér eru sumir sem skýta 2-3 röð og eru bara game over. Já. Það eru gjóðnir og mikið legend. En ég meina það er að gera sem mjög ósexy þarna. Þeim er fulli virðingur við Tiger King. Hann er ekkert, fólk ekkert að hrista sig yfir honum sko. Pælið samt í því að Nicolas Cage er það svalur og hann var það mikill Elvis aðdáandi. Hvernig vildi hann vera nær Elvis? Jú, hann giftist dóttur hans. Já, hann var búinn að kaupa alla hluti sem hann átti og ég veit ekki hvað og hvað. Hann er rétt hjá Rikka. Það er gott að fá Rikka inn í slúðið með fróðleiksmóla. Hann safnaði Elvis dótti og giftist svo dóttur hans. Það er rosalegt sko. Herðu, svo er þetta er leiðinda pakkinn í lokin. Það er erfitt að toppa Nicolas Cage og Tom Cruise. Þetta var Kurt Russell eða Eddie Murphy. Það hefur verið að fjalla hvaða stjörnur hafa hatað, hvora aðra á setti. Það er þetta gott, ég fíla það. Já, Freddie Prinze Jr. og Keith Sutherland hötuðu hvern annan þegar voru að leggja í þáttunum 24. Freddie Prinze Jr. vildi meina að hvað er anskotan á að Freddie Prinze Jr. gerir 24? Keith var vist ófaglegasti gaur í heimi og hann hætti að leika eftir þetta Freddie Prinze Jr. Ég held að það bara nefndi ekki með ráðan. Freddie á ekki að vera að rífa kjaft yfir Kiefer ángríns. Svo var það þetta komur óvart. Patrick Swayze og Jennifer Grey hötuðu hvort annað í Dirty Dancing. Þetta veist ég. En gerðu samt an amazing movie. Já. Og talandi romantískasta ekki gammamynd, bara romantískasta mynd allra tíma, The Notebook. Þau hötuðu hvort annað, Rachel McAdams og Ryan Gosling, og svo byrjuðu saman árið seinna. En á setti þá bara gátu þau ekki æft. Já, þetta er svona, það var ágætt svona til að enda þennan fína slúðupakka. Það er erfitt að toppa Nicolas Cage og Tom Cruise og svo skuldum við líka auglýsingar. Hlátur milli 4 og 6 alla föstudaga. FM 95 Blö. Það held ég þegar að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957 og hér í dag Egill Einarsson, Auðun Blöndal, stjórnandi og litli bróðurinn, Rikki G. Já, og það er komið að hvort munduru frekar. Og ég sé það í dag, Rikki, þú vext kassið. Takk. Eru tilbúin, þetta eru 3 spurningar og þær eru bara nokkuð góðar þó ég segi sjálfur brá. Fyrsta spurning, hvort myndið þið frekar að geta borðað hvað sem er án þess að fitna, það sem eftir er ævi ykkar, eða aldrei borga aftur fyrir áfengi? Wow. Tveir af mínum uppáhaldslutum í lífinu, borða og drekka. Ég myndi borga aldrei aftur fyrir áfengi. Mér finnst ekkert mála að borða þannig í fitningi sko. Maður borða bara holla mat og þetta er bara rusl. Þú fitnar ekki, þetta er mjög einfalt sko. Já, mjög létt fyrir gilstur. Aðeins erfur fyrir mig. Já, þetta er ekki alveg að létt fyrir manni hérna beint á móti sko. Í miður, enda horfðan á mig þegar hann var að svara þessu. Þetta ekki kallaðir af bara öllum í ræktinni jójóið? Jú. Það er ekki góð, ég er að reyna að ríða mig í gang. Þú kannt að taka þetta að þér. Ég kannt líka að setja þetta aftur á. Já, en ég kom í hjólheim, spinninghjólheim. Ég ætla að vona að ég verði bara svona sléttur í sumar. Sléttur í sumar? Nei, ég veit alveg ekki sléttur. Sko að geta farið og fengið sér steik og raut. Bara borga fyrir nautið. Hvað er það sem I like that. Já, auðvitað svo líka bara þú ferði bara partí erlendir. Þú veist aldrei, þú veist að ferðast. Þú fyrir að leiki og skemmtist á það. Komst oft handleggra á þessum veitingastöðum. Já, þetta er hvort þið game over. Ég verð þá bara áfram feitur. Ég ætla Er það? Ég ætla að þú myndir geta bóla hvað sem er. Ég
ég elska að fá mig líka með Gils Já, Adam og það Freyr, er hvort það er svo ódýrt fyrir að drekka og döður eftir 3 bjóra. Það er ekki lengur þannig. Hvað ætlaði að hamstra þetta bara til 2030? Það var í gamla daga, það sopnaði austur Þetta er 2015? Já, sopnaði austur, svo sopnaði líka eins og fyrir utan rauða ljóni, maður stjórnum í bílunni. Já, það þarf ekki að rifja þetta upp. Það sopnaði líka miður giggi Það var að DJ-a og DJ-in sopnaði. Þannig að Riki, Það var 2002. Það var 2002. Kom ykkur á gólfinu og bankaði í þig? Nei, bara ykkur sem betur hefur var hinn DJ-in í húsinu, hann gæti leist með af. Þú varst tired í gaggrínað ekki? Nei, það er ekki þetta gaggrínað á menn sem ég þreyttir í vinnunni En sko, þetta er svo ódýrt fyrir þér ekki. Ok, þú ert búin að skána. Nú er ekkert að fyrbæst þér Þú ert hættur að sopna fyrir utan skemmtistæði og annað. Það er bara dött. Vaksin upp úr því. En ég hef alveg spilað golf með þér og þú þarft ekkit rosalega marga að bauka þannig að þú sett fann að finna á þér. Þannig að það er ekki dýrt fyrir þig að drekka sko. Þú ert satt að spara, þetta er til sparna. Eina sem ég er fyrir alkohól. Já, reyndar. Jú, ég ætla að taka matinn. Mér langar ekki að fínt að geta fengið sér bara pönnupítsu og ekki fitna af henni. Það er þetta visla. Pizza öll kvöld. Nánast. Ekki að spá í því. Þú bræðar yfir í bara eftir eitt alltaf. Hvað var ég að spá? Þetta var auðvitað. Svona þetta tala mellin og svöður hérna í FNÍ Við erum ósammála hana. Þið eru ósammála, ég fílaði það þannig. Þá er næsta, hvort sem þetta frekar aldrei aftur hrist ykkur eða aldrei aftur horfa á fótbolta. Þetta er mjög öðvöld val, ég er náttúrulega bara með konu og ég get ekki verið án fótbolta því miður. Það er nú ekki stoppaði að fara fram og horfa á gólfstöðuna sko. Já, þarf alltaf að koma fram. Er þetta upprifin í blöð sem Rikki hefur verið? Það er bara allt verið að rifja upp þetta. Nei, þú elskar að fróða þér ekki. Þú veist, þér ekki að vera löðulegur sko. Það er ekki svona auðvelt fyrir þig sko. Þetta er ekki svona auðvelt fyrir þig sko. Má ég spyrja það einu? Elskar þú það ekki? Hattar þú það? Nei, bara, þetta er ekki svona rosalega auðvelt sko. Nei, þú veit að það var voða einfalt eitthvað hér. Já, þú veist, hvað á ég að hætta? Ég meina, vinnar mínu fótbolti sko. Já, Nei, það er bara lýsur og körfubolta og handbolta. Ég á bara einn vinn sem hristi svo ofta en þú er ekki. Ég á held ekki að vinnum. Bara einn. En hvernig veistu það þá hann hafi sagt þér eitthvað 2 skipti? Rikki elskar að hrista sig. Það er bara fínt. Þú veist, aldrei aftur fótbolta. Það er ekki til að skamma sig fyrir. Nei, það er bara ekkert að því sko. Nei. Sko, ég aldrei aftur fútból. Það er gaman að fara út og í 2 daga ferð. Já, maður finnur líka bara núna í COVID hvað maður saknaði þess að horfa á fótbolta. Guð minn góður. Ég stend enda fast á mínu. Ég get ekki verið á fótbolta. Þannig þú hættir að hrista þér ekki. Já, það er nú spartmaður þar fyrir fjölskylduna. Af hvað leiti? Pappírinn og allt þetta bara Egil, hvað Það var ekki svona fyndið. Hvað myndir þú taka? Nú ertu átandi Beggi líka, Egil. Þetta er ros. Þetta er ekki bara Rikki sem tekkar þetta. Þetta er hérna. Ég reyna að ljúga þessu sko. Sko, ég held samt ég verði að vera sammála Richard því að þú veist að mér finnst það gaman að horfa á fótból. Að fara á bolta, fara á Old Trafford er ekkert eðlilega gaman og elta landslið út allan heim. Þetta er hægt að vera að elta bæði United og landslið svo ertu bara ég síðan komst á EM og hvað það gera. Þannig að því miður, ég er ekki að sammála hana. Þeir eru báðir hættir að hendi gamla góða hristningin. Það var það síðasta spurning dagsins og nú er ég mjög forvitin. Hvort möttuð þið frekar taka helmingin af greindaðstuleikar eða helmingin af fermingabróðunum eða penisnum á okkur? Sko þá erum við að keyra okkur niður í svona 50 greindaðstölu, 45-50. Hvað er það að segja fyrir sig? Við félagarnir erum allir 90-100. Er það ekki að vera vel heimskur eða? Nei, ekkert svo. Það er ekki meðal maður, hvað 100? Forrest Gump var hann í 70-75. Ok, við erum að rétt fyrir ofan. Sko, við megum ekkert mikið við í félagarnar að keyra okkur niður í 50 bróð sko. Nei, þannig að það værum í 100. Ég má heldur ekki við hinnu sko. Ef við værum í 180. Það var þetta ekkert mál. Ég get alveg staðfest að hér og nú hvorur ykkar í 180 sko. Já, það liggur alveg ljóst. Við erum að segja millir 90 og 100. Heldur þið séu mjög svipar? Þá verðum við vel heimski sko. Já, en heldur að þú og Rikki séu mjög svipar í greindaðstölu? Já, við erum bara nákvæmlega samstað. Já, sammála þér ekki? Já, gerum alltaf hluti svipað. Já, oft ósammála gleðin, sammála hana. En hvað ferð þú niður í Rikki minni og tekur helmingina hinnu? Það er bara orðið sama og ekki neitt sko. Án grín sko. Það er rosalega mikið af penisspurningum en í hvort myndir þú Nei, þetta var eina.
Nei, bara Ég spurði hvort þið myndi aldrei fitna til að borða. Ég under average þar sko, þannig ég má ekki við því sko. Ég held að sé, sko, því heimskari svo ert til betra er my philosophy. Ignorance is bliss. Já, þegar þú veist, þú er ekki áhyggjur á neinu, vaknar skælbrósandi, hlægjandi allar daginn, verður að sofa á skælbrósandi, not a worry in the world. Þannig að ég tek það. Fallendur fjölskylduna. Er ég þá búin að taka mér helming af greindafistölun en ég er með sömu stærð og ég er með núna? Já. Úff. Ég er ekki að græða neitt á þessu sko. En minna, gólvarar er ekkit, þú veist, kjarnlisfræðingar sko. Nei. Sammálagli í þetta skipti líka. Ég verður að taka greindafistölun. Við vorum sammála í öllu nema fyrstu. Við keyrum okkur niður í greindafistölu 45. Já, það verður gaman að hanga með ykkur. Ekki hringi mig. Ég verð ekki við. Hlaðvarp FM 95 Blö. FM 95 Blöð með ykkur á þessum fína föstudegi 8. maí. Ég veit ekki, maí virðist alltaf að líða mun hraðar heldur en mars og apríl. Enda komið svona aðeins meira líf í þjóðfélagi, styttist því að fótboltinn fara á stað hérna á Íslandi og ég veit ekki hvað og hvað. Þetta reyndar, það er nú ekki alltaf að fara í gamla horfið, maður getur ekki ferðast og það er ekki gigg og annað, en þetta er orðið skárra. En ég ætla að hætta að bladra það og fara í, ég er mjög peppar, það er komið að spurningkeppninni hjá Rikkan. Rétt. Já, Steint hefur verið þetta með síðustu föstudag How do you do fellow kids og þú varst með hvað? Hvað er gamla fólki tala? Howdy old timer. Howdy old timer, þetta er þetta hræðilegt nafn en ég er samt spennt fyrir keppninni. Já, ég fór á stúfana í gær og ég heyrði í svona tveimur svona eldri borgunum meðal hans amma mín sem er nýræð. Já, ok. Og hún gaf mér svona orð sem voru notuð mikið í gamla dag og orð sem gamla fólki talar við hvort annað enn þann dag í dag. Ok, ég ætla aðtuga hversu vel að ykkur lögsíðum sterkir í þessu. Já, ég skárri heldur í krakkalingónu. Það með ég laði mikið metnað þetta og ég vildi ekki vera minni maður en Steindi heldur, það með ég bjó til trailer líka. Það er ekkit annað. Kallin hann koma með því líka með. Ég gerði nefnilega mjög góðan trailer sko. Það er Gucci að heyra. Þið er líka metnaður þegar Richard. Já, þetta er Gucci. Gucci, já. Það er fáráðið Gucci. Ég er búin að henda honum á pallettublöðu, hann heitir bara Old. Já, hérna er þetta. Ok, hér kemur trailerinn fyrir How do you do old, hvað heitir þetta sagður? Bara Howdy old timer. Howdy old timer, hérna kemur þetta. Hverjum er ekki drullu saman hvernig úlingar tala í dag? Viljum við ekki læra frekar af eldra og vitrara fólki? Hvernig talar gamla fólki dagstaglega við hvort annað? Ég ætla að segja ykkur það í dag. Nú er komið að Howdy you old timer. Þetta er ráttið að sko enda þetta á Geirmundi Valdís. Það er eitthvað fyrir skaffiðingin maður. Nú er ég léttur. Ég elska trailer, ég var til að hafa trailer fyrir hvern eina þátt dagskrá. Já, þetta var líka fýtt trailer, það var góð lengd á honum og Þetta er alveg lengd á trailer. Þægilega trailer rödd hjá Rikka líka. Já, maður ekki að lesa í fyrsta sinn. Þetta eru 5 spurningar og maður rétti bara upp hönd en maður veit svarið. Akkurat, okay. Og bara svo sem er fyrstur að rétti upp hönd, hann á svarréttin. Já, og þess að fólk sér okkur ekki rétti upp hönd þá eru þú að segja nafni. Sko, blöð vinnum alltaf í hinu. En ég, þetta er 50-50 nú. En það er yngri en þú. Já, það er rétt, það er góða punktur. Herru, fyrsta spurning. Hvað þýðir þegar the old timer hendir í setninguna afsækið þennan aftansöng hjá mér? Blöð. Ég myndi segja að það var að prumpa. Það er hárrétt. Já. Það er rándir. Það er rosalegt. Afsækið þennan aftansöng hjá mér. Var það að reka við? Já. Það getur þess að fara að nota þetta bara. Aftansöngur, að því að heyrist náttúrulega og gerist aftan. Þetta er mjög gott. Ég hef aldrei heyrt þetta, ég laði bara saman 2 og 2. Afsækið þennan aftansöng. Ég hef aldrei getað þetta. Ég get ennþá verið ekki skanna. Talar gammalt það, afsækið þennan aftansöng. Ég er bara að tala svo old piece of shit. Herru, það er 1-0 fyrir blöð. Já. Spurning 2. Hvað er the old timer að segja þegar hann kemur með þetta? Heldur að ég hef ekki verið að festa að kaupa þessu fína bylgjubæli? Bæli, eða kaupa bíl? Það er rangt hjá Gilsarinn. Anskot. Ég segi hjólísi. Það er rangt hjá Blöð líka. Rétt svar er að gamlingin er að kaupa sér good shit vassrum. Vassrum? Bylgjubæli? Já. Bylgjubæli? Ég get að lofa því að það er ekki eitt hlustandi sem fattar það. Er gamlingin með orð á... Af því að bylgjubæli, það er bylgjur í þessu. Já. Á einhver vassrum en þá þetta? Talandi um það. Þetta var draumur þegar ég var krakki sko. Félagi minn átti þetta þegar maður var yngri, maður hoppa oft upp í þetta var spennandi. Þú fara á baki vassrúmi, Richard? Hvað sér ég? Hefur þú farað á baki bylgjubæli? Nei, ekki gert það. Nei, ok. Spurning nummer 3, það er ennþá 1-0 fyrir Blöð. Já, press á Gilsson. Hvað er gamlingin að segja þegar hann hendur í þessa setningu?
Ég var ekki nema 4 daga með hennan Doðrand. Hann var að lesa bók. Ég Það ekki, ég var 4 dagar að lesa bóka. Það er hár rétt hjá Gilsson. Thank you, 1-1. Metölur rithöfundur, hann náði þessu. Maður er búin að hendi nokkuð Doðrand aðeina, sko. Ég ætla að gefa þér séns þarna, en Rikki, þú getur staðfest hann glemdi rétt upp hönd. Já, reyndar, við gefum sens. Þú er að muna rétt upp hönd. Já, ég afsakið. Það sem 1-1 eða ekki. Jú, það er rétt. Þá förum við í spurningu nummer 4. Það er æsi spennandi. Hvað er the old timer að segja þegar hann kemur með þetta? Helvít er þetta góð sjálfrenni reið. Gilsarinn. Helvita þetta flott bílsjóð með hann. Það er hárið til Gilsarinn. Ég er að pakka blöðarinn Þú ert ekki að pakka mig saman, þú með 2 röð bara 2-1. Ég er að have a lead. 2-1. Dominating Og það er lead. ein spurning Það er bara ein spurning eftir. Ég verð að Ég er jafna örugum með punkt. Og ef að blöð jafnar þá er ég með eina í sudden death. Ok. Spurning nummer 5. Hvað er verið að meina, eða the old timer að meina, þegar hann segir ansans, ég á eftir að hreinsa altanið? Blöð. Hann á eftir að seinsa klósetti. Það er rámt. Anskotin, þá er ég búin að tapa. Setta eins og enn. Nú er ekki stress á gerðsannum. Ég pælti sér róleitunum. Ansans, ég á eftir að hreinsa altanið. Eftir hrestu sér raskatið það. Nei, Nei, það er ógeðslegt. já, það er aldrei komið, engar ágjur. Nei. Hvað betur það? Allt þannig, hvað er anskotanum með þetta? Þetta er þannig að Skottið á bílnum með það? Nei, gamlingin á eftir að hreinsa svalinnar. Svalinnar. Ég pakkaði blöð saman. Nei, þú pakkaði mér ekki saman 2-1, en ég óskar Ríkard að hann ekki með góða spurningi hérna. Já, Herru, já, auðvitað, þú ert eldri en ég. Ég tek alltaf Já, ég meina- Gucci og þú tekur Ég er eldri en þú, ég hef ykkur 3 mánuð á þig. Öddi, Steindi og Gils í FM 95 Blö alla föstudaga. FM 95 Blöð með ykkur á þessum fína föstudegi á FM 957. Við erum í gýr hér, drengirnir. Það er nóg framöndan spurningkefni Gilsarans hér eftir smástund. En við ætlum að tala dónalega í þætti dagsins og já, það er komið að því að draga. Já, upp á hver þarf að tala dónalega og við hvern. Ég ætla ekki að grípa fram með fyrir blöð. Ertu búin að sjá inn á álfasala.is S.A. álvarnir. Já. Það er komið F95 blöð sem sagt. Nei. Álvar. FM 95 Blöð S.A. álvar. Þú hafði verið svo blöytir Og já, það er góð punktur. En þú getur keypt þetta á álfasala.is og sko, þetta er ekkert eðlilega fyndi. Ég er mjög vöðum mikill annað. Býtu, er það eins og við? Já, þú ert vel sköllallur annað sko. Þetta er þetta gerði Steindi er með óglegliru og svona baða eitthvað. þetta er bara samaður með Baywatch. Svo er hann ekki full þykkur? Já, hann er kringlóttur, hann Steindi verður ekki ánægður með þessa mynd sko. Þú ert búið að massa Ég sko, það er eins og ég hafi millifært eitthvað og gæja þessi greið þessa mynd sko. Og ég er með hljómborð og mæk og menn geta veslaður hann álf og 3 skall og styrt gott málefni. Þetta er þetta geggi, var haft samband við þig eða? Nei, Nei, þetta er ok, bara, þú veist. ekki það, við erum ekki að fara að töðu við þessu. Ég meina, þetta er greinlega bara geggjað. fans að hlusta og vita, við vita að Steindi vann sem baðvörður. Já, þetta er velgert og endilega farið inn á SOA.is og Vestlið ykkur hann að glæsilega álf. Já, FM 95 Blöð álfin. En byrju, er þetta þá 3 mismunandi? Nei, einn dreyti saman pakkan. Já, ok. Þetta er bara F95 blöð konceptið. Geggjað. Þetta Þetta er verslega. mjög fyndið. Ég held að Steindi verði ekki sáttur með sinn álf. Hann er sko, Steindi er terrible weight. Maður sjá, þú veist. Þetta er bara eins og ég veit Hann er ekki svona, hvað þú veist, í fjarlahárun svona svo Erik Karlmann með sólgleru. Síðan stendur það er mjög góð punktur. Það er eitthvað text í hérna. F95 blöð álfaþrenningi með auðvitað Steindi og Gils með vinsælast útasátt í sögu álfasölunar, rétt. Ekki slæmt miðaði baðvörð, andlit Michael Jackson á Íslandi og heimsfrægan tónlistarmann. Gerðu þú þetta eða? Býtu, að kalla mig andlit Michael Jackson og þig heimsfrægan tónlistarmann? Já, sko, það virðist vera sem það lítur að hafa breykkað þessi. Það virðist vera sem að þessi meistar sem gerði þetta sé mössulbúðar. Það virðist vera sá sem að gerðu þetta sért þú. Það er bara þannig. Það kallar það andlit Michael Jackson á Já, Íslandi. hræðilegt, en já. Það er ekkert að því. Já, það komið í að draga. Já, Ok, við sko, komum að tala dónalega. ég er samt á mótið. Þú veist, ég á ekki að vera í pottum, ég er alltaf í þessu. Nei, en hvað, þú getur ekki bara ákveðið Nei, ég veit, þitt, sko. ok. Það er Einu sem ég myndi ekki tala dónulega við mig, það er Gilsan því hann særir. Ég ætla að labba hérna yfir til mín. Særi ég? Nei, nei. Ok. Jú, þú varst svolítið grófur. Herru, ok, Tala dónalega, ok? draðu. Hvað fegstu þér? Það er Richard. Richard tala dónalega. Já, ok. Þannig að Richard þarf að tala dónalega. Þannig ég er laus við því. Já,
en þú gætir þurft að kannski tala Já, allt skárar að þurfa að tala dónalega Ok, þannig að það væri næstar, þú mátt setjast aftur Rikki Heyrðu nokkað, þú góður í sér Ok. Rikki dregur núna við hvernig hann tala dónulega Please, dragðu Egil Ok Blöð, ég tek Nei. Ég tek það frekar Ói, barast Ég tek það frekar Þú ert í frí, Egil Nú ætla ég líka Nú get ég bara að halla mig aftur í stólum En veistu hvernig ég ætla að prófa þetta? Yes, hvernig ætlar að prótsa þetta? Já, Hvernig ég ætla bara að sína hvernig á að tala dónulega Bara Ói, barast ekki Nei, nú fæ ég bara óþægendur Bara strax Ætlar að fara að tala við mig bara eftir eins og þú tala við konu henni brúmið Er þetta ekki basically kennsla? Hvernig á að tala dónulega? Ég er sammálar ekki hana Þetta gæti orðið einu óþægilegum. Það var sem ég var að reyna að gera Ég var að tala dónalega sem svo fólk Þú varst að kalla mig svín? Er það að tala dónulega? Ekki bara svín Heitir bara gamaldags einelti? Þú kallar hana Guttorm Já, Guttorm Já, en Herru, svo talaði við, hann talaði dónalega með daginn Eina sem að kom var bald piece of shit Það var eina sem hann var í öllum setningunum You bald piece of shit Þannig að ég fekk ekkert skarra frá hann Sko, þetta kallar að tala dónalega Já. Sko, hvað ertu dónalegur það ekki? Ég meina, ég hef nú alveg úst, ég meina, maður har alveg gert þetta með maður er búin að sömu konin í 15 ár Já, líka vel graður Ég er mjög peppar að heyra hvað Og ég ætla að taka þetta alveglega Úst, eins og Já, ég ætla það er bara hræðin mér Það ætla að reyna að gera blöð horni í rauninni Þú ætla að reyna að Ég gera ætla bara horni að tala við hann eins og hann væri konan Og ef þetta er success og er blöð, þú verður hornin aftur Þú verður að viðurkenna það Já, ég get lofaði því, hér og nú Sett son minn undir Ég mun ekki lappa út graður eftir að Rikki ætlar að fara að leggja sig fram með að tala dónalega Þetta verður ekkert um óþægilegt Og ég er alveg fann að kvíða þessu Rikki maður Ég ætla að vona að gleyma þessu En alltaf, Rikki tala dónalega við mig hér Já, svona seinni hluta þáttarins En hér eftir smá stund er spurningkeppni Gilsarans Hlaðvarp FM 95 Blö FM 95 Blö á þessum frábæra föstudegi og við erum ekki með fullan bát Steindi Junior er heima með nýfættu barni og við óskum fjölskyldin aftur innilega til að hamingja með það Congrats. Geggjað frétt. En Rikki, litli bróðir þáttanins er í hans stað og búin að standa sér vel komið sína eigin spurningkeppni og ég veit ekki hvað En Svolítið mjög vel Já, Og ég laka mikið til að heyra alltaf dónalega við Blondell ég er spenntur Ég ætla að vanda mig Já, hættur ekki að segja að þú ætlar að vanda þig Sko, það er þetta Þið eru meina lið Já, ég veit það Eins leiðilegt og það er að tala dónalega við ykkur nýjus þegar það er hræðilegt, það er mjög óþægilegt þá er ég er mjög spenntur fyrir að vera á hliðarlinni sko. Þvílík veisla Það er líka bara mjög óþægilegt að vera á hinum endanum sko. Ekki það er næst að þurfa að tala dónalega Ég sagði eftir að koma á róvart þetta Nei, ég er ekki hættu þessu Hvað er að fara í núna? Er það að fara í King of the Perverts? Já, svo er við erum að við spurningkeppni Gilsarans og af mörgum titlum í gegnum tíðina er þetta sennilega svo ógeðslegt og þetta er eitthvað sem ég hef engan áhuga á að vinna Ég vil ekki labba hérna út sem the king of the perverts Ég segir, ég er búin að sjá þetta Ég er bara búin að sjá þetta Sjá hvað? Af því að þetta er bara ég, Rikki, litli og ég vinn þetta og svo Þú, byrja Rikki, litli? Já, svo byrja allir að því fólóðurinn að segja svo byrja allir að kalla mig Hey, king of the perverts Já, sko, við Steindi keppum í þessu hverjum einasta fösti og það hefur aldrei verið kallað eftir mér king of the Ekki fagna strax, ég get ekki búin að vinna þetta sko. Hvernig eru stuðlarnir fyrir keppni? Sko, Hvor er líklegri? ég hefði stuðlað sko, ég myndi setja svona 60-40 Richard, það er samt, þetta er ekkert eitthvað það er ekkert að Mér í koma vil. Já, ég myndi halda, en þetta er ekki walkover, þetta er mjög tæft held ég sko. Ok En hérna, sko, þetta er 10 spurningar best bara að henda sér í þetta Já, 10 sleppur Ferðu stundum í vesti? Já, ég gerði það Ég er í því núna, akkur maður spyrja hvað kemur það við að vera pervert? Ég er ekki Herralegt að Ég ég bara, þetta Býttu barnaleiðingar kýrt á eru mikið stólilans Ég er í vestinu mínu. Já, veistu þetta, barnaleiðingar eru oft í vest Hæ? Ég vorum að tala um þetta daginn Þó eitt vesti að Steinda lítið það lút Sko, þetta er ekki eitthvað bara á þig Hann lætur Steinda heyra það líka þannig í sínu vesti Þannig að það er ekki eins og hans ég bara að skjóta Ah, þitt mér, vesti ég hérna Já, pervertar elska að vera í góð kuttis vesti Það er bara, ég er ekki búið til, þetta er þannig sko Já, ok Ég ætla að mér finnst flott að vera í vesti og ég ætla ekki að hætta því Punktur Richard Frábært Blöð, þú tekst mikið í vesti það Nei, en það er ekki Svo ég tækir nú upp hanskan fyrir bæði Rikka og Steinda Það var ekki að því mér finnst ég eitthvað perralegur í því Ok. bara, Það er 1-0 fyrir Rikkan Já, halda allir nágrannaninir í blokkinni þinni að þú sért fasteignarsali Hæ? Halda það
Halda allir nákvæmlega minni blokkin? Nei, pottið ekki. Nei, ekki, það er ekki Ekki miskilningur í gangi. Ég held að flestir viti við hvað ég vinn. Út af því að þú lappar oft inn með skjaldtöskuna. Það er ekki ofta að einu sinni gest og ég hef aldrei gert það í blokkinni sinni flutti í hana, þess að 9. Gerði það hjálpti heim í Tröllakór. Þannig að enginn hafði bjálkónu hvað Nei, ekki einn. Þannig að þú var ekki punkt Ekki séns. Nei. Okay. Ég er ekki að vera að taka 2-0 fórustuðina, sko. Þú veit eitthvað, fólk skrúglast ekki á þér. Og fasteignarsali? Nei, það held ég ekki. En ekki það, ég held ég væri fýtt fasteignarsali. Og þá er ég að tala alvöru fasteignarsali, ekki svona pervertíst eins og Rikkindir. Nei, þetta var aldrei pervertíst. Ég var með konum minn, ég var ekki að banka upp á okkur ókunnum. Nei, það er enda bara ógeðslegt ekki að það eru farið í það, sko. Banka upp á okkur ókunnum. Ertu það graður að þú auglýsir gleði á netinu? Auglýsir gleði á netinu? Það er konceptið þitt. Þú veist ég veit, ég fæ að kveikja núna. Ég er búin að kveikja líka. Mæ Giska, þú tókst þetta Rikki G síðunni. Hver sér gleðina? Ég sá mögulega auglýsingu, já. Ég var að meina að ég er að DJ og veislustýra ekki. Með það sem hafa ekki séð síðanast Rikka, þá auglýsir hann vantar einhvern mann í gleðina og styttist í gleðina. Ég reyndi að verða að gefa allir það. Mér fannst rosalega skrýta orða þegar að tala um gleðina, Rikki. Það er gleði þegar fólk er að koma saman á partí og... En nei, ég auglýst ekki gleði á netinu. Það er ekki punktur hjá mér. Herðu, já, það er punktur á mig þá. 2-0. Ég er beint að fyrir edit að hennarstakir. Þú þarft álveru blöðar punkt. Nei, ég hef bara ekki En blöðum þá 0? Já. Hefurðu tilt þér á bert raskatið í leðursofa heima hjá þér? Já, þetta er já á mig, ég veit hvað þetta er að fara að koma. Þetta er bara spurningar á mig. Blöð fær ekki 1 punkt. Sko, ég veit ekki hvað er að gera. Getur vel að blöð fær punktana? Ég hef alveg sest nakin og leðursofa. Sko, stendur hérna, hefurðu tilt þér að setja bert raskatið og leðursofa? Þannig að raskatið sett límist við leðrið, skilju, og stendur upp á svona fæstist við raskatið Býttu þetta. og konan gengur svo inn á því meðjum hristing. There it is. Þetta var eins auðfjöð og gæta orðið. Ég vissi ekki að það verið leðursofa sett eftir tæm. Þetta var bara gólstöðadæmi, þetta er eina skiptið. Það var leðursofi. Það sagt á raskatinu í sófanum. Það er eitthvað aðeins verða. Nei, ég hef ekki lendið því. En þú hefur verið með bert raskatið á leðri og staðið upp. Alveg pótast, ég átti leðursofa. Já, það er já hérna. Fyrir kunst það? Það er 3-0. En þetta er ekki, ég mála þér. Rikki er slakið á. Sjófeitur, ói. Ertu farin að þykja þér hárið með dufti eða spreyi eins og álveru perver? Sko, Rikki er ekki að vera punkt þetta. Nei, ég verði því mjög rendi neða þetta. Ég ger það ekki daglega. Nei. En eru perrar í því? Já, ég bara, þetta er bara spurning. Ég þurfi ekki að taka punkt þannig, ég gerði það á miðvikudaginn. Og var ég svo gladur eftir það að ég leit út eins og vesti pervert. Sko, þetta er enn alls ekki búið, sko. Hefurðu skellt þér á Cozy Strípiklúb? Ég bara fara á stripsta. Stripsta? Já. Það er nokkuð sem pervert að gera. En ég ætla maður þurfi ekki að taka punkt þarna. Já, sem hafa verið að hendi það. Akkur er þetta svona fyndið? Þú segir mér að þú er bara að lappa. Þú er að skrifa og lappa fram í það með það. Ég get bara staðfest það fyrir svona góðum 10-15 ára síðan. Það satt Egil við hliðina mér, búin að týna sólglöðunum sínum. Þannig að ég veit ekki hvað hann er því að kjátt. Það er ekki sko, Logi Bergmann er ekki yfirherslu. Þetta hann er svona getur betur. Það bara les spurningarnar og allir feskir. Ok, en við erum einhver báði punktana þá. 4-1 eða ekki? Nei, 4-2. Hefurðu girt niður þig í rúmfatarlegatum? Új, barast það. Já. Hvað, hefur þú verið að vestla og girt niður? Nei, þú veist þetta alveg. Nei, ég bara ekki svo svara. Ég kem að bara fjallinu. Einhvern veginn var ég að vinna þetta og ég bara Varst að vinna í rúmfattinu? Já, þetta var bara bakvið á lagert. Maður var ekki búin að opna búðina Og hvað, girtur þú niður þig? Já, bara, þú veist. Getur þú að fara í næstu spurningu? Gerðu það fyrir mig. Hann stundaði samlífin á lager þannig í rúmfatarlegatum. Ok, þetta vissi ég ekki, ég er ekki að fýta sko. Ég sverða að ég vissi þetta ekki. Það er sængulofti. Það girti niður þessi í vinnunni. Það er, já, ok. Takk fyrir þessa spurningu. Hvað er 5-1 eða? Nei, 5-2. Hefur þú sendt stórglæsilega limimynd? Nei. Já. Ég tek það Ég er ekki að leðlur ykkur Ég tek það eins og fram að það var ekki á kvennmann. Hei. En þú satt
Þú kóreografaði frábæra liðmynd, skilur, tókst það. Ég setti kóreografa. Hvað er bara eins og Heroes með sænska gæðina? Slakað á. Riki, þú ert að pakka þessu saman. Já, ég veit að það. Já, þetta er Hvað er mikið eftir þessu rugli? Sko, þetta er allavega 6-2. Þú er bara búin að skeina þessu. Ég var með eina spurningu, þú veist, mér sýnst þér ekki líklega bara að taka punktar. Hvað er það? Það er eftir það graður og getur ekki hamið inn í eldhúsi heima. Já, þetta er komið fínt. Og það er þá, ef þú fær punktar, þá er 7-2, sko. Blöð átti ekki break í King of the Perverts, sko. Til lukku með sigurinn, Riki. Nú veit ég hvað þið voru að gera á mathúsuna miðvikudaginn, semja þessa spurningakeppni saman. King of the Perverts. Ég kom ekki nálægt þessu. 7-2 King of the Perverts. Það er allir bara að ná því að fá 7-2. FM 95 Blöð á FM 957. Það held ég, kæru hlustendur. Já, það er 8. maí, menn eru léttir, það er sumar. COVID-19 er að deyja út, það er allir feskir. Já. Og við erum að fara í... Og hún með strípur og ný kliftur. Já. Riki, King of the Perverts. Já, Robert. Sko, ég fór ekki í klippingu, Paldi, ég fór ekki í klippingu í ykkur 7 vikur eða eitthvað. Já, rosalegt. Paldi viðbjöð. Já, rosa, alveg Það er gaman að setjast og, veist, spjalla og láta dúlla, veist, það fyrst í hárinu á þér og síðan fer í hitan og síðan fer í vaskinn og elska. Hún segja þessu sögu svona 300 sem myndi þetta. Já, bara líður svo Bill Murray í Groundhog Day. Ég veit alveg hvað það finnst gaman að fara í klippingu. En við ætlum aðeins að róa vitleysuna og fara í virtasta dagskráralið FM 95 Blöð. Eini dagskráraliðurinn sem að kennir fólki eitthvað. Insane facts. Hárrétt ég þér, sturla staðreyndir og ég er með eina sem er rossaskítur. Þannig að bæði þið og hlustendur reynið að spotta hvað af þessu er bull. Og ég veit nefnilega fyrir víst að fólk sem er að hlusta er að reyna að spotta bullið og ég er gaman að þeim. Fyrsta sturlaða staðreind dagsins: þú getur keypt pillur sem að breyta prumpulyktinni. Það er að köpa súkkulaði, rósæl og fleiri. Já, það komir óvart. Prumpar það bara eitthvað good shit blómalikt. Eitthvað Gucci-lykt. Eitthvað Gucci blómalikt. Það er rosalega spes. Ég held að þetta getur verið manure. Hvernig virkar það? Reyndar eru lyktin af rósum, það er ekki góð lykt. En súkkulaði getur það gott. En ég bara skil ekki, bara gleipur þetta bara og fer þetta þá bara beint í, þú veist, ég nægis ekki alveg. Hvað gerur oftast við pillur? Þú gleipir það, en ég meina hvernig á þetta er bara kjaftaði. Þetta er ekki tekið sér stíl. Nei. Fyrsta spurningin er basically bara manure. Heldur það? A moment eða smástund eru 90 sekundur. Þannig að þið segja, ég kemur til smástund og þá er það að tala um það að þið hefur að mættir eftir 90 sekundur. Hvað stillingu búin að rekna það át? Já, it's a moment. Ég segi átt smá stund og það er kannski 10 minnur í mig, sko. Ég er full of shit þar eða ekki. Þannig að hættu að segja það. Sko, Steindi segir, ég kom eftir smástund, það eru 3 tímar. Það er gert með fokkin geðveikum. Svo er það næsta, þessi er rosaleg. Og hlustiði nú, þegar að karlkyns býflugur ná hámarki springa eistunaðin. Þannig að það stundar bara kynlíf einu sinni á ævinni. Álur sprenging. Já, þetta er alveg það. Það er rosalegt. Loksins er þetta sprenging. Þetta komið frá bíflugunum þetta orð. Þetta er rosalegt. Ein sprenging. Bara búinn. Það lítur að vera alveg sprenging. Já, þú þarft að velja réttu bífluguna, mann. Já, nefnum sett bara degi og grættu, gengur ekkert. Þetta er rosalega sérstætt. Mundu tíma þessu, drengir? Eða væruð þið ennþá bara reynir? Eða þetta væri eins og okkur? Freitskipti? Nei, þá varum við bara hreinn. Já, þannig er einn og góður. Svo er það næsta. Þessi er áhugaverð. Sumarið á Uranus eða Uranus stendur yfir í 42 ár. Aðeins öðru sem hérna á Íslandi. Hvað hétt eftir myndi með Matthew McConaughey? Það koma mjög vel. Hvað hétt eftir myndi með Matthew McConaughey? Interstellar ekki? Þá liði ykkur fárulega mörg ár af því að tíminn... Já, bara mínúta hjá þeim voru ykkur 10 ára eða eitthvað. Þá passar þetta. Þá passa. Ég var til að hafa sumurinn aðeins lengri, en kannski 42 ári er mögulega pushing it, en ég er ekki 6 mánuðir, er það ekki gott? Ég er ekki alltaf sumar í Afríku og eitthvað svona. Já, mér er alltaf sumar á tenni. Nei, það er eins allan ásýring. Ég hef alveg fengið kalt verið á tenni. Ekki ég. Það var opinn. Það er ekki til 2 menn á Íslandi sem elskar tenni meir en þitt er. Ég elskar tenni. Já, ég veit það. Svo er það næsta. Að kunna dansa gerir þig gáðari eða það skerpir hugsun þína og það eykur sjálfstraust meira en flest annað. Já, nú skilur maður þetta allt saman. Ég get ekki dansa til þess að berga lífið minu. Ég kann eitt dans. Kanntu eitt dans? Hvað er styradansinn? Já, það er ekki dans. Þú bara réttur út höndina. En sko, það er eitt sem að ég fattaði þegar ég á að lesa þetta. Þið sjáu ekkert oft fúlan dansara. Nú var ég allir geta að dansa. Þetta er hressasta lið sem hittir. Fólk til að skælbróðsandi. Já, og bara allir eins og sé alltaf búið með 16 kaffibólla. Og líka, þú ert mjög sexy og kannst dansa. Já, ég er bara ef einhverjir úlingar að hlusta, bara læriði dans. Það er töff að kunna dansa sko. Svo er það næsta 60% fólks geispir við að sjá aðra geispa. Já, ég get tengt við þetta. Smitandi geispið.
Bara hugsa geisp og langar maður að geispa Nákvæmlega Rikki var að geispa Ég gespaði ekki og horfaði að gespa núna Nei, menn endar En ég held Þetta var gervigesp hér. Já, svona eiginlega En þetta er rétt Það er að vera alvöru geisp. Svo var það árið 2005. Þetta finnst mér áhugavert. Árið 2005 bauð Facebook graffiti artistanum David Cho $60,000 fyrir að mála nokkra veggi í höfumstöðum þeirra. Hann spurði hvort hann mætti freka taka það í hlutabrif og Zuckerberg gaf leyfi á það. Herðu, hann kassa á $200 million núna fyrir 2 mánuðum síðan. Já, hann er fínum málum Það er ágættu skipti, $60,000 fyrir $200 million sem 140. Sko, Mér á snekki núna ég hefði aldrei haft vit á þessu. Ég hefði bara sagt, ég hefði ákvæmdu bara með þess að Give me the goddamn cash sko. Ég var ekki að taka hlutar og hann spurði að fyrrabræði sko. Hann var ekki boðið þetta í hlutabrif. Það sé ekki fættur í gær Nei, hann á nóga pening og svo er það síðasta 4% penna fá loðna rassa eins og karlmenn. Ekki séða en það er vist enda 4%, það er svo sem ekki mikið. Nei, það er ekki sjálfgætt það ekki Já, þannig minn er ekki bara vít Er ekki bara vít? Já, það er bara að raka Ekkert vesen. Þú notar með háræðingarkrem eða ekki Rétt Já, Setur það á eistuna þeirra? Er það ekki makar smíðað út ekki? allt eða? Já, Já, smíðað ekki Já. Nei, ekki á þessu sem hérna ég er með En ekki eftir að setja háræðingarkrem á rassina þar? Jú, ekki inn í hann, bara á kynnaðar Akkur? Bara, þú veist, mér langar ekki að vera með rassár Nei, Það notar ekki með punghár eða rassahár Rétt Þetta Ertu með bringuhár eða? Nei, aðeins núna en ég er að fara að víta mig eftir Því líkur Ok, þá spyr ég, hvað er það sem að kæfta þið? Ég ætla bara að segja á spurning 1 Ég þarf að recap Þú getur keft pillur sem að breyta prumpuleiktinni. A Moment er 90 sek, Karlkins bíflugna, hámarki á springa eistunum, Sumar Uranus er 42 ára, kunna dansa, geriði gáðari og meira sjálfströð. 60% fólks geispið og sér aðra geispa. 2005 kefti graffiti, gaurinn hann að málaði og fekk þetta í hlutabrifum og 4% hvenna fór lóna rassin eins og karlmenn. Þú ert með prumpulitina Já, ekki? ég ætla að segja spurning 1 Ég ætla að tippa á The Balls og bífljónum Nei, enginn með þetta rétt. Ég bjóð til að 4% hvenna fór lóna rassa eins og karlmenn. Það er vel, kjaftaði góð þig. lygi þér. Ég er að vona að einhver að núti hafi fattað þetta en þið Já, skitur við hagðum okkur. báðir drengir. Miður. Hér eftir smástund talar Rikki Dónalega. Ég get ekki sagt ég sé spenntur fyrir því en svo er líka myndur fyrir cash og fleira. Ötti, Steindi og Gils Í FM 95 Blö Alla föstudaga Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttur. FM 957 FM 95 blöð með ykkur á þessum, flotta föstudegi. Það er 8. maí og við drengirnir erum í gír. Mónandi þið líka, kæru hlustendur. En það er komin tími á, skal ég ykkur segja, mundur fyrir cash. Og þú fekst heimaðarkefni í gær, Rikki. Takk. Að semja mundur fyrir cash og þú gerði það. Það er yfirlt mjög gróft þegar Nei, Rikki það er ekki gróft í þetta skipti Glæsilegt, þannig að þú verið að leta yfir í gær Já, þetta er svona svolítið, þið þurfum svolítið bara svona pæla Pæli hlutunum Er búið að vera létt yfir í vikunni, Rikki? Já, mjög Þú búin að vera að drekka? Nei, ekkert Ok, þá er þetta betra Þú ert skall. ekki bara á aðurleysu ég er bara steik og rött, ég ætla í hátæðin og mér okkar ekkert, ég vil óska þess, ég vona að fórul komi núna og segja, hörðu, ný smitt, við þurfum miður að senka gimmunum Langaði ekki að fara aftur í miðjan vinnuna? júní. Langar ekki að fara í vinnuna Rosalega kósi að vera aðurleysu þess dagana Já, ég meina, en þú veist, það er ekkert allir sem eru atvinnulausir sem geta bara verið steik og rauð eins og þú, sko Nei, Ha. ég ætla basically orðin dagdrykki maður í COVID-19 sko. En mundur fyrir cash. Já, þetta eru 3 spurningar og ég ætla að byrja á 150 milljónir króna Það er alveg upp að fyrir þá upphæð Myndu þið vera klefafélagi eða annar bara, þetta er bara einn Myndu þið vera klefafélagi Joe Exotic eða Tiger King í heilt ár Fyrir 150 milljónir? Já, Já, náttúrulega það er eitt að vera með honum í klefa en ég þarf að taka þátt í öllu því activities í fangelsum. bara í jailin í ár Já, bara Hvaða jail er þetta? Hann er í eitthvað alveg fangels í Hann Bandaríkjunum. er ekkit, sko málið er það, ef þú horfum það, þetta er ekkit hardcore sko Jú, öll fangels í Bandaríkjunum er hardcore. Þú ert basically að spurja hvort ég fyrir 150 milljónir Ok, ég ætla að breyta 3 mánuðir 3 mánuðir Það er mjög stöttu tími, það er ansið góð upp Lappa með veggjum bara og Ég held að sé alltaf um honum í klefa. Gaman að spjalla við bara. Já, en það talar non-stop Það er það sem ég er að tala um, sko. Hann getur ekki haldið kæfti, hefur ekki séð þetta? Jú, ég sé það. Það myndi Sko, en álega samt, ég lít svolítið á þetta sem ok, þetta er, maður er verið að vinna við allan ánskotan í tíðina þú veist, móka eitthvað drasl og þú veist og þetta er rosalega góð laun hana. Já, ég Svo segi þetta 100% já ef ég fæ immunity á það verður ekki neitt annað gert við mig í fangilsinu. Nei, Þú þú kemur alltaf lifandi út sko Já, þú en- verður samtalið, þú verður lamin svo harfiskur sko. Lofaði því blöð sko. Menn mun elska að lemja þig þarna, sko. Ákvörðu. Bara ég
Bara, veist, þú ert svona ekki matarbakka í andliti, leið og fara í möttu sko. Þetta var ekkert walk in the park sko. Þó ég segi ekki neitt og ger ekki neitt. Já, menn myndi elskalega með hana sko. Hvað er ég með svona punchable face? En þú lappar út með cash veist, og þú verður alveg á lífi En byrju verið í lamin okkur einn degi? Nei, cash 150 milljónir er life changing amount. Ég er enda góð, ég hefndi tala minna á einhverja klíku, ég er góðu sölum. Þú ert nefnilega frábær sölumæður. Sko, Jú, I'll take it. Með við tíminn sem fer í þetta sænaði minn 3 mánuður. Svo myndi ég gefa út bók þegar ég kem út. Á, góða punktur. Spurning 2. Myndið þið ganga í joggingalla það sem eftir er fyrir 3,5 milljónur á mánuð? Eingöngu joggingalla. Ég er eiginlega alltaf í joggingalla Já, ég diska það til mjög flotti joggingalla. Þetta er mjög rétt. Mæti joggingall í brúðkaup og jarðaför og... Já, það er eitthvað Gucci joggingalli sko. Já, maður myndi finna eitthvað, veist, það eru fullt af þessum moldríku gaurum eins og Jay-Z og Puff Daddy og eitthvað er alltaf bara í joggingallum. Þeir eru hvorur giftir sko, þau ert að gifta ykkur joggingalla. Já, ég tæki það alveg. Já, þetta er bara eitthvað tailor-made joggingalli. Þetta er 3,5M á mánuði. Þetta er að gera ekkert en að vera í cozy fötum. Já, maður geti hægt að vinna út með 3,5 milljónir á mánuði. Þú veist, allar að fara að skemmta og bara joggingalla og... Já, þú veist, leið og fólk veit og ert alltaf í joggingalla, þá er það bara orðið your thing. Það er hægt að bara pyrra sig á þessu. Þú mættir ekki segja að vera að fá pening fyrir það. Þú mættir mæti joggingalla bara í ákvað galakvöld. Þetta er rosalega, þetta er góður peningur það sko. Já, ég segi alltaf já. Sko, ég held þetta actually að hugsa sko. Ég fer úr joggingallanum svona 1-2 ári. Þannig að þú veist, ég er fá cash fyrir það bara, sænaði minn. Þú ert mjög oft í, þú ert að kynna alltaf að geta dansa. Þú ert í joggingalla að kynna það. Ég er að gera það, já. En ég menna, þú veist, ég er á svo góðum launum hvort þið er. Þannig að ef þið neita að ég með verið í joggingalla, þá bara það er einhver annar að taka þetta að sér. Ég er bara í mínu joggingalla. Ok, ég held að þetta er meiri hugsun í okkur. Þú ert ekki, hvað minn alltaf þurfa að vera á skrallið annað, þá ert ekki í joggingalla sko. Nei, en þú veist, nei, en samt, þú veist, ég vil því það er vinna minna þannig. Það er þreytt fyrir ykkur sko, ef þið hérna dettið á laust og þú veist, þeir ekki að fara að pikka upp mikið af konum eða alltaf í joggingalla sko. Jú, á djamminu. Ég heldur sér mann ofugsa. Ég heldur sér ekki hleyftin og þetta skemmtist það í joggingalla sko. Já, það var blöð. Það getur lagið til að labba inn í svarta ruslapóka. Það verður skýtsala. Læsta spurning. Herðu, þriðja spurningin hún er svona, já, hún er aðeins grófari heldur en hinnar. En fyrir 150 milljónir myndið leikstýra 60 mínútna klámynd þar sem mamma ykkar væri aðalhlutverkið. Nei, það myndi bara, ég get svarað því strax. Já, þetta er ræðilega. Ég er bara mér saman ykkur upp að mér. Ég er ekki fara að leikstýra móður minn í klámynd. Nei, þetta er, þú aldrei. Milljarður eða, þú veist, eða 1000 milljarðar. Þetta er bara leikur. Þetta er bara... Það þyrfti, sko, það þyrfti einhver að halda á þetta danglandi af einhverju svona 50 hæð. Þá myndi ég kannski hugsa þetta. Getur ímyndað að blöða síðan. Cut! Mamma! Ríðu þig í gang! Þú nátt lóður þetta þarna. Það eru hættis, ég fyrir að minnskreita hana viðbyrðist. Bara aldrei. Hver var upp að hann höður? 150 milljónir? Já, eftir eitthvað, ég myndi ekki gera fyrir 150 miljardar. Þetta er klukkutími. Og hvað með það? Bara agalegt, aldrei. Ég myndi aldrei gera það. Myndir ekki íhuga þetta? Ég þarf því niður að segja negativ við þessu. Ég myndi freka bara að leika í henni sjálfur fyrir eina, heldur að fá miljard fyrir að leikstýra móður minni. Ég er að fara að hitta mömmu upp í bústað á lögðan. Þetta er eina sem ég ætla að hugsa. Takk fyrir þetta, Riki. Búin að yfirleika fyrir með helgina. Herru, þetta var myndir fyrir cash. Hlaðvarp FM 95 Blö. FM 95 Blö á FM 957. Ötti, Egill og Rikki með ykkur fyrsta sinn í marga mánuð sem er ekki fullu bátur. En Steindi Junior er nýbakaði faðir og er heima með dætrum sínum og konu. Við settum kveðjur í Mosó að þú ert að hlusta. En það er hins vegar komið að, já, herru, spurt og svarað hjá Gilsárun. Já, ef við ekki hendur okkur það. Jó, þetta eru 2 spurningar og við ætlum að leysa þessi vandamál. Ég ætla að hrifina því að við leysum vandamál. Er þetta ein og ein eða hvernig við Já, sko ég Hann segir það náttúrulega aldrei. Já, reyndar. Ég er ekki alveg klár á því þurinn. Ég er að velja núna eitthvað mail hérna handa hói maður sjá hvað er Rúni hérna. Hvað er Rúni? Já, Rúni. Það sé ekki bara Rúnar og kallaður Rúni. Ekkert af því. Sæll Gilsi. Ég varð að negli brefi því ég frétti að Richard verið með ykkur í dag. Ok, hann er fyrstar á Rikka. Já. Hann er ángríns eini gæni í heiminum sem getur aðstofa með mitt vesen. Ég er að vinna í rúmfattalaðan. Ég er sölugómur, lagergómur og sölugómur í rauninni. Ég er að vinna í dýnudeldinni. Ég mæti alla daga í vinnun og hugsa núna verður dagurinn sem ég tek Rikka á þetta og vel lökki í vinnunni. Svo gerist ekkert. Ég spurði hérna gælu hérna sem er á kassa hérna hvort hún væri til í sprengingu inn á dýnulegar og hún spurði hvort hún var ekki lægi með mig. Ok,
Hvernig í anskotanum, afsakið dóranskapin segir henni svega, fór Richard að því að sprengja hérna hægri vinstri Hægri vinstri? Og hvar sprengda nákvæmlega? Hvað sagði það við gelluna sem var klár í þetta rugl? Hvernig græði þetta? Goddammit, hverja Rúni Rúmfó, segir það Við þurfum að leysa þetta, Richard Förum við verið að steppa í stið Sko ég frétti þetta nú bara í þættunum hérna aðan Ég vissi þetta ekki þegar að þú hefur verið sprengið Ég var 18 ára Á launum, having intercourse Það er rosalegt Það var ekki búið að opna búðina Ég og þessi stelpa vorum að deyta Var þetta kærastæðan at the time? Nei, ekki kæra, jú, við vorum að deyta bara Ok Hvernig opnar rúmfattalæðin? Hann opnaði 12 á hátegi þá, þetta var bara eitthvað 11 morgunin eitthvað Ok, og hvað sagður við hana? Hörðu hérna, ég er rúmfattalæðin Þú veist, ég bara mann það ekki Þú veist, bara, þetta var eitthvað nefn bara svona Þetta var bara just another day at the office Þetta var ekki just another day, þetta gerðist bara einu sinni En varstu collecting a paycheck? Þú varst Hvað er í Adam og Evi podcastu? Hvað er að fælla? Nei, þú varst að fá paycheck meðan þú varst á baki Já, ég var búinn að stimpla minn í vinna Það er rosalegt, Richard Já, þetta var bara Samlíf á launum Þetta var bara dínuloftið en það er búið að breyta verslunin alveg þannig að þetta er ekki lengur Já, var dínurloft? Já, svona sængurloft, já Fórstu að baka þar? Þannig ef ég kefti dínu hérna á rúmfattalæðinu fyrir einhverju 20 ára síðan er það bara góða líkur og þú hefur verið búinn á henni Þetta var allt í plasti Þetta var allt vakuumpakkað En var yfirmaðurinn ekkert eitthvað pyrrar á þessu? Var það bakið? Ég var ekkert mikið að auglýsa þetta Ég bara gerði þau mistök að segja þér þetta einu sinni eins og bara alltaf Stóð þetta lengi yfir það? Nei, bara mjög stutt Bara eins og vanlega, 2-3 mínútur Hvað er þessi dama í dag? Ég bara veit það ekki Er hún enda að vinna á Hún rúmfattalæðinu? er enda að segja stelpunum og því ég var að vinna í rúmfattalæðinum og Richard var heldur með rannar Getum við farið í næsta Þetta er dínuloftu Ég er farin að svitna Svona svitna Heldur hún sé að monta sást Nei, hún er ekki að gera Komið í smá kvítil í pottinum Nei Var ég búinn að segja ykkur frá rúmfattalæðinu? Já, þú ert búinn að segja okkur Nöður Rikka Það er rosalega Rúnni rúmfóma En eins og ég segi, þú bara verður að Ok, það er næsta En það er engin uppskrift í rauninni Nei, þetta var bara að gerast in the moment Það er mjög erfitt að útskýra fyrir fólki hversu svalur Rikki er Svalur Getur ekki kent fólki það Sælvöðingi, ég ætti í raun ekki að þurfa að senda þið bref Þess vegna pirra mig slatta að ég sé að negla brefi á þig hérna Því ég er að gera allt rétt í lífinu Og því ætti að ganga mjög vel hjá mér Skil ekki alveg hvernig þetta líf virkar Getur þú að gera allt rétt en samt ekki vera að ná árangri Það er vel ósangjant, segir hann Svo haldi ég sé ekki að ljúga og skal ég lýsa mér aðeins og hvað ég geri Ég og heima á Fáskursfirði Rosa margir frá Fáskursfirði að senda þér alltaf Er þetta einu smábar eins og hún veist hvað heitir það? Nei, ég meina hann er bara frá Fáskursfirði Mér er mikið fans þar Og hann er að segja já, ég vinn útastöðinni hérna Ég er með langbesta slottið með morgunþáttinn Allur Fáskursfjörður hlustar á mig Og síðan segir hann Ég er búinn að geta mig upp í 30-33% fitu Ég geng í vesti Og Þið skildi fá þessa spurningu Það segir hann að ég hik ekki við að henda mér í vesti Það segir hann Og þegar hann vantar veistlustjórnun eða DJ þá er alltaf hreint í kallinn Hann sér gleðina Þráttur er með alla þessa hlutu upp á 10 Þá fæ ég ekkert kynlíf Nonni Rolla hennar bóndabænum sprengjur oftar en ég Og það er ekki eins og það vant upp á áhugan hjá mér Það er talað hennar fólkskuti hvað ég er gráður Það er eins og fólk talar hérna Segir hann, þetta meika bara ekki sens Og þú oft spurur hvort ég sé skildur eitthvað Oft rugglast á okkur með að segja Getur þú spurt Ríkarði hvernig hann fer að því að fá alltaf þetta Gucci kynlíf Hverja Þorleifur Og við þurfum að leysa þetta, Richard Þessi gæri að gera allt rétt sko. Hann er í vesti og hann er í útvarpinu og hann er terror og heit og allt upp á 10 Ok, hvað segir hann héti? Þorleifur Já, galdurinn að ég fá hvað, mikið af Gucci kynlífi Já, veist, það er alls að vill Það er nú bara einfallega vegna þess að ég á konu og hérna, það sé nú bara galdurinn sko. Já, Ég er ekki sérstök uppskrift að vera með hinn og þessari sko. Bara Þú getur ekki hjálpa honum eitthvað meira með það Nei, bara alls ekki sko. Ég hata samt þegar menn sendi e-mail og þú veist, Þorleifur verður pirraður og við gefum hann ekki engi svör sko. Jú, hann er að reyna þetta Ég er að reyna Þannig í rauninni bara að það kannski að finna sér bara konu í rauninni You think? Já, ég held að það sé svona góð byrjun ef þú ætlar að stunda Gucci kynlíf og þú ætlar að finna þig konu Það er bara sem að sé að útskýra fyrir 6 ára gæð Þetta er hvernig kynlíf Já, Þorleifur, ég vona að sér sáttur við mig og Rúnni Þetta leiðum maður Þegar ég fekk ekkert í dag Engin hamstur að hoppa fram á svölum Ég var alveg pottettur af því Það var einhver nagris með eitthvað dufti í feldunum Það er weird
Rikki, þú stóðstu vel í að hjálpa. Takk. Ötti, Steindi og Gils í FM 95 Blö alla föstudaga. Þeir eru að hlusta FM 95 Blöð hér á FM 957 og það er búið að rigna hérna inn á stóri hjá mann á Instagram að við séum að gleyma að tala dónalega, engar áhyggjur, við vorum ekkert að gleyma því, þátturinn ennú bara ekki búinn. En það er eins og að komið að því, það var dregið hér fyrir þættunum að Rikki myndi tala dónalega við mig og það sem að hræði mig alveg rosalega, Rikki ætlar að vanda sig sem að ég sveimi þá getur orðið bara verra heldur en hitt. Þetta er liður en að tala dónalega. Og hvað, þú ætlar að tala bara dónalega við mig eins og ég sé konaðinn? Já. Bara við, Ég meina, ég er ekki að fara í eitthvað særindi, sko. Nei, það er reyndar það, er jákvæmt að heyra að ég ekki að særa hérna. Ég hef aldrei verið að peppa þér fyrir dagskvöld. Ég er að halla mér aftur núna. Ég kom með fætur upp á borð. Ég þarf ekki að gera neitt núna. Hvaða lag viltu undir ekki? Þannig að það verði ekki svona einhver vandræðileg þögn. Ég myndi bara vilja hafa þetta bara, það er bara svolítið lag sem ég hef alltaf haldið upp á og það er Christy Berg og Lady in Red. Ég verði ekki, þetta er að vera svo vond maður. Lady in Red. Hefur maður sjá. Ég var með sexy lag. Já, Slífilagið. það er ámar ekki frekar að vera með eitthvað tempólag, ekki að ég ætla ekki að fara að kenna Nei, við erum bara að fara að njóta ástand. Menn stjórna þessu. Það er bara að njóta ástand. Þetta er komið undir. Það er óþægilegt að þetta lag undir, sko. Og Blöð, þú verður að viðurkenna að það er í alvöru gráður. Það er, ég skal viðurkenna það. En ég verði í alvöru gráður. Ég myndi bara, er þetta að byrja það? Er þetta að byrja? Ég veit bara ekki. Ok, hann er byrjað að syngja. Ég myndi byrja að færa svona nefið á mér svona upp aðra kinnæna og narta svona aðeins í eiraður og hvísla Gírstöngin stendur á sér, þú ert að djöflast aðeins á henni svo hann losni. Þetta Þú veist þannig Blöð líklega búin að fá svona mál gæsa og þú nartir að sé eirað á hann. Nei, ég byrja allar að lýsa öllu hvað það gera líka. Það er eins og að setja að fá okkur út úr þessu. Ég var skýt hætt. Nei, alls ekki. Þetta er next level concept. Svo myndi ég bara segja bara, þú liggur og ég er svona, horfi í augun á þér og segja bara, þú ert svo ógeðslega heitur. Ég elska hvernig heiti líkamenninn strikst við minn. Það var ógeðslega. Það er ekki. Þetta er, ég heldur að verður bara að setja stopp á þetta. Nei, mér er ekki liðið svona illa bara að setja foreldrinu mínu ákvað að skilja. Hann er nýbyrjaður í þessu. Það er nóg eftir. Já, ég er óþægindi. Já, tala dónlega við þig. Já, þetta er bara, þú ert að lifa það svolítið inn í þetta, ekki? Já, en ég meina, ég er bara í karakter. Ég elska þetta, ég voru að hætta aldrei. Ég til í 15 með þeim komið nú. Nei, engar áhyggjur. Ok, hérna, þú voru að horfa í augunum með Blöð. Já, ég er að því. Hvað vilt að ég geri fyrir þig? Þú átt með allan í kvöldbjóti. Þetta er ekki. Þetta er alveg. Ég er að fatta þetta núna. Þetta er kannski of mikið. Bjóti? Þú voru að segja þessi ógeðslegur eða? Nei, það er ekki að tala dóna. Ég veist að ég er að fatta, það er eiginlega alveg sama hvaða vingil maður tekur í þessum ógeðslega dagskóli, þannig er bara viðbjöður. Ég heldur þurfum bara að hætta þessu. Þetta er eiginlega bara fyrir gott. Ég er búin með 3 ár. Hann er allar með 15 setningar. Nei, ég er með 5. Bara 5? Já, og ég var með 12-15. þá myndi ég henda sig að ný bara, þú veist, það er alltaf fyrir í ganga bara, ég ætla að láta þig koma svo svakalega, þú verður góður næsta. Það er komið gott hér í taradónuna. Nú er kósi tími á Gilsa. Leiðum að klára þetta. Manstu að staðum ég þurft að viðurkenna ég á rán graður. Finnst þið líklegt? Er þetta að gera eitthvað fyrir þig? Nei, þú ert líklega ekki á rán graður en þá. En klárum þessa 5, hann er komið 5 á blad. Já, eina eftir. Ég veit þetta er óþægilegt. En byrjuðu hann svo Rikka finnst þetta ekki óþægilegt. Það var svo þægilegt ef ég geti bara slögt alltaf sem dagskólið ef ég geti það sko. Klárum þessa 5. Þú ert ekki búið með setninguna. Þú voru að horfa í augun á mér í loka. Var ekki spurningu 3 að 4? Nei, ég var bara 4. Þetta er síðast. Móðalegt, þú spenntur fyrir þessu. Þú ert ekki spenntur að þú ert í þessu. Ég er kvíðin ef þetta hefur verið búið. Ég myndi henda svona bara þegar þú ert komin ofan á mig, þá segi ég get ekki beðið lengur, ég þarði inn núna. Jæja, hefðu, þetta var í síðasta sem Varstu graðar í þetta? Nei, veistu, ég hef verið graðar í sjálfsala. En hvort áttu completely honest þegar Gilsi talaði dónalega við Richard, hann sagði ekki dónalega við þig? Nei, en þetta var En þetta er að tala dónalega. Ég verð að gefa Rikka það, Rikki gerði þetta rétt. Það er bara þannig. Beauty og Já, þetta er bara Allt í eiraður og eitthvað. Kallaði ekki svona bold. Nei, er það að tala þú veist, ég meina, þá ertu bara, þú veist, akkur fyrir þá ekki bara eitthvað róstkvöld? Hvað uppistand?
Rikki var ég gef Rikka það, hann lagði alveg með þetta, hann vildi gera þetta vel. Það er bara eitthvað óþægilegt að horfa á þér ekki vera að segja þessu hluti við mig, en þú gerir þetta rétt, ég skal gefa það, ég ætla ekki að fara að rakka það niður. Þetta var að tala dónulega í síðasta sinn í útvarpsþættinum FM 95 Blöð. Ég get eiginlega alveg staðfesta hér og nú. Hlaðvarp FM 95 Blöð. Það er komið að lokum hér í FM 95 Blöð á þessum, yndislega föstudegi. Það er búið að fara við víðan völl hér. Rikki er King of the Perverts. Enda þetta líka bara Stóð sem mjög vel í King of the Perverts. Já, og enda þetta vel hérna í að tala dónalega. En svo var enda þú vext báða spurningarnir í spurt og svara. Já, kemur á orð. Nei, kannski kom ekkert gríðan Nei, alls ekki. Já, sko, ég fæ e-mail ekki, sko. Það er bara að svara e-mailum. Hvert er þetta sendt? Bara á e-mailum mitt. Já. Þú veist, bara ég fæ reglulega spurningu. Ég sendi strákunum oft copy-paste og Hann þarf ekkert að útskýra það neitt betur. En Steindi verður vonandi mættu til okkar næsta föstudag. Og hvernig er helgin hjá félagunum? Ég er á leiðin bara upp í bústað, leiðin búin hér. Veistlu. Ég ætla að misnóta þess aðstöðu mína. Ég ætla að minna allavega að kíkja á stöðu 2 á annarkvöld á Sjáðu, þar sem að Richard verður gesturinn hjá Komp. Egil var hjá hann daginn. Já, ég var daginn. Mjög skemmtilegt koncept hjá hann. Já, mjög gaman að þetta er erfitt samt, sko, að velja ykkur uppáhaldsmyndi í einum flokk, sko, það er hægast að þetta gert. Ég langt til að heyra hvað Richard segir. I'm a movie buff, allar Kolbanin ekkert að bjóða mér í þetta rugl. Það er eitt afmælisbarn sem er mikill aðdáandi FM 95 Blöð, hlustar alltaf, Kristín Jónsdóttir, einnilega til hamingju með daginn. Síðan að ég afmæli á miðvikudaginn. Næsta föstudag, það er rosa stóra afmæli á Gilsa. Þú þarf til að vera með King of the 40 næsta föstudag. Hver höndla best að vera orðin fertur? Ég get ekki haldið upp á því að Þórólfur er búið að banna það. En ég meina, getur ekki tekið eitthvað félagann út að borða eitthvað? Dagtir ekki á mathúsinu? Ég ætlaði bara að halda álveru veislu, öllum boðið. Þú hlýtur ekki að gera eitthvað, farið í keilu Ég bara, eða það? Er ekki bara pílum út í keiluhöldinu eitthvað? Ég veit það ekki. Það er bókn á keiluhöldinu að mig og 50 manns í keilu. 16. mæ var Eurovision úrslitakvöldið og afmælið mitt at the same time á Þetta verður rosalegt partí. En þetta COVID-ógeð fokkaði því upp. Ég ætla rétt að vona að COVID-ið eiginlega ekki fertugsamæli mitt í sumar sem ég er búin að plana í 6 ár. Þú sleppur. Já, sko, bjóðsmála, ég lifa alveg af afmælið mitt fokkastuð Blöð. Hann er fárveikt afmælisbarn. Það er vesen. Það er líka ógeðslega að fyndi. Ég fekk innvæti í fertugsamælins í nóvember 2019. Já, bara hvað árum. Það er komið að lokum hér hjá okkur. Við verðum mættir hér eftir nákvæmlega viku. Takk fyrir hlustanina og eigi góða helgi, kæru hlustendur. FM 95 Blöð, alla föstudaga á FM 957.